En við vendum kvæði okkar í kross og ætlum nú að fregna af starfsemi Ungmennafélags Selfoss. Hann Gissur Jónsson á línunni hjá okkur. Sæll vertu Gissur. Já, sæll Valdi. Hvað segirðu helst í dag? Ég segir nú bara allt ágætt hérna Ungmennafélaginu. Já. Það er náttúrulega mörg horn að líta hjá okkur. Nóg að vera á þeim bænum. Já, þó að það sé sumarfrí og minna að vera kannski í sumum deildum að þá meira hjá öðrum. Já, nú er náttúrulega fótboltavertíðin á fullu, bæði eldri og yngri strákar og stelpur og mikill gangur. Já, mikið rétt. Það er náttúrulega eins og segir bæði eldri og yngri iðkendur og kannski hæst þessi hjá yngri flokkurum, það er þessi mót, helgarmót sem eru búin að vera mikið og framundan stærsta mót ársins hjá stelpunum í 5., 7. og 7. flokki, símamótið í Kópavogi. Já, akkurat sko. Það ég held að megi fullir það að allar landsliðskonur Íslands hafi spila á þessu móti. Já. Og það er náttúrulega mikil stemming í kringum það. Einmitt. En svona varðandi meistaraflokkarna þá er þeir á fullum gangi. Já, og gengið er svona misjafnt. Já, það er svolítið misjafnt. Það verður nú að segjast alveg eins og er og strákarnir búin að standa sig gríðarlega vel unnu góðan sigur núna á loka sekundum leiksins gegn Haukum í seinustu umferð. Akkurat, já. Eru þar miða deild í góðum málum og góðu bragur á liðinu og svo náttúrulega erum við komnir í undanúrslit í bikarnum þar. Já. Það er gríðarlega spennandi miðvikudaginn 27. júlí klukkan 19:15 og fer leikurinn fram hérna móti Val á Jáverkvellinum, heimavelli og það má alveg gera ráð fyrir að verið full stúka hér. Það verður örugglega vel mætt því þarna eru góðir möguleikar. Já, það eru góðir möguleikar og þetta er svo sem eins og við erum náttúrulega íslenska þjóðin veit að það getur allt gerst í fótboltanum. Já, nákvæmlega. Við erum alltaf bara, má segja að við erum jafn okkur á þessu ævintýri Íslendinga og á EM. Gaman að vera með Jón Daða þarna náttúrulega okkar mann. Nú auðvitað. Gamstu víglínu. Já, hann prýður orðið vekk þarna á stúkunni. Já, þetta er gríðarlega flott að hafa svona góða fyrirmynd hérna á vellinum og knattspyrnu fólk á öllum aldrei getur litið upp til hans og Einmitt. Og tekið hann sér til fyrirmyndar. Já, er ekki svo líka á fullu hjá unga fólkinu þessi svokölluðu sumarnámskeið? Jú, það eru sumarnámskeið og búin að vera núna bæði 5 leikum handbolta og fótbolta og auk þess sem að íþrótta- og útivistarklúbburinn er í fullum gangi sem að við sjáum Ungmennafélagi í samstarfi við Sveitarfélagið Árborg. Já. Og ég held að mig segja að það hafi verið við höfum bætt bara sett nýtt met í þáttöku þar, þannig að þetta er vinsælnámskeið, vel heppnuð og metnaðarfullt starf sem fer fram þar. Já. Hann sér þetta Hilmar Guðlaugsson og þau hjónin, Hilmar og Sigrún Arna Brynjarsdóttir. Já. Ásamt fullt af góðu starfsfólki sem við fáum hérna. Einmitt. Ég sá einhvers staðar það búið að ákveða dagsetning á brúarhlaupið. Já, það er núna í byrjun ágúst. Já. 3. ári í röð sem að þetta er samhangandi með sumar og Selfossi. Þannig að hlaupagikkir ættu að fara að taka þann dag frá 7. ágúst. Já, þurfa að fara að huga því að reyma á sig skóna. Nákvæmlega. Og þetta er, 7. ágúst fer þetta fram og í kringum 11 leiti, það er hlaupnar hérna 10 kilometrar, 5 kilometrar og 2,5 kilometrar. Já, einmitt. Og svo hjólað líka? Já, svo er kert líka 5 kilometrar hjólreiðum. Já. Það er alltaf dágóður hópur af hjólamönnum sem tekur þátt í því. Einmitt. Þetta er virkilega gaman. Já. En svo erum við náttúrulega líka með fleiri íþróttamenn á fleiri ferðum Evrópu, bæði júdó og handbolta og kannski ef við byrjum bara á júdóinu það er nú hann Úlfur Báðarsson sem er búsettur í Danmörku eins og en er náttúrulega okkar maður hann var að keppa á Evrópumeistaramótinu 18 ára. Já. Og var nú að lúta í lægra haldi fyrir sterkum frakka í fyrstu umferð. Einmitt. En hann er að standa sig vel og ekki síður Egill Blöndal sem að stefnir á Evrópumótið í Valenciu. Já, september. Akkurat. Og hann er náttúrulega að leggja alveg gríðarlega mikið á sig. Keppti núna seinustu helgi í Ungverjalandi og er svo að stefna á þetta Póllands
næstu helgi. Já. Og síðar í sumar þá fer hann til Þýskalands og verður þar í æfingabúðum líka. Já. Oft á þessum júdómótum þá er keppt föstudag, laugardag og kannski sunnudag og svo æfingabúðir 3 til 4 daga eftir. Já, akkurat, já. Fyrst takast menn á í keppni og svo æfa menn hver gegn öðrum. Já. Og eins og nærri má geta þá er þetta gríðarlega mikil kostnaður og júdódeildin styður við baki á honum en við erum alltaf að leita fleiri styrktaraðilum til að koma því að styrkja þetta afreksfólk okkar. Já. Og sama má náttúrulega segja þá handboltamenn sem eru á leiðin á EM núna, Elvar Örn Jónsson og Gretar Ari Guðjónsson sem er nýr leikmaður Selfoss, markmaður sem kom frá Haukum. Já. Þeir eru á leiðin á Evrópumót 20 ára landsliða. Einmitt. Sem fer fram í Danmörku í sumar, júli og ágúst. Og svo eigum við allt upp undir 3 selfisingi undir 18 ára liðinu. Já. og það er kannski að útskýra það aðeins, sko. Það er náttúrulega Teitur Örn Einarsson sem er selfisingur og leikmaður Selfoss. Já. Svo er þarna líka Bjarni Valdimarsson sem er uppalinn á Selfossi og spila með Val núna. Já. Svona Valdimars Bjarnason að verktaka. Einmitt, að séðunum. Já. Og svo þriðji selfinsingurinn í liðinu er Örn Östenberg Vésteinsson sem spilar með Kristjánstad í Svíþjóð. Akkurat, sko, já. Svo er Vésteins Hafsteinsson. Já. Þannig að við teljum okkur eiga 3 nákvæmlega leikmenn þannig í 18 ára liðinu. Já. Þeir eru að fara á Evrópumótið. Já. Þannig að, og svo náttúrulega er byrjaðar æfingar í handboltanum, meistaraflokkarnir. Já, fyrir veturinn? Já. Það var mikið verið að lyfta í júní og svo var tekin smá pása í júli og æfingar eru að hefjast núna. Nú erum við að æfa sem í bolta og bæði meistaraflokkur kalla og kvenna. Akkurat, já. Stutt í mót og mikil spenna í gangi fyrir komandi keppnistímabil. Já. Svo nærri má geta. Auðvitað. Já, ég heyri það, þetta er ýmislegt. Já, og svo kannski er rétt að því maður er nú á línunni að minna á unglingalandsmóti sem verður verslunum helgina. Já, það verður í Borgarnesi. Það er í Borgarnesi, þannig að það er stutt fyrir selfisinga að fara þangað og sunnlendinga alla. Já. Og nógum að vera eins og þeir þekkja sem hafa tekið þátt. Auðvitað. Og menn hafa ekki tekið þátt, hvetji menn til að kíkja á heimasíðunni hjá með því og sjá hvað er í boði. Þetta er mikið dagskrá. Aðstæðan fín í Borgarnesi. Já, það er virkilega. Já, akkurat. Já, segjum þetta gott að sinni Gissur, bestu þakkir fyrir þetta spjall og þessar upplýsingar. Já, takk fyrir og sömuleiðis. Takk, blessaður. Bless.